JavaScript forritunarmál vefsins og það það sem við ætlum að takast á við núna restina af námskeiðinu. En JavaScript sem sagt túlkað skriftumál byggt á prótótípum með dýramískar veikar týpur, fyrsta flokks föll, stuðning við hlutbundna, gildinga og fallaforritun. Og eftir þessa yfirferð okkar þá eigið þið að geta skilið hvað þetta þýðir. En þetta sem sagt, það löng og svolítið skemmtileg saga JavaScript. Þetta var sem sagt, sagan segir að þetta hafi verið búið til, fyrsta útgáfan hafi verið búið til á 10 dögum af Brendan Eich þegar það þurfti að fá eitthvað competitive advantage inn í Netscape á sínum tíma og þetta var upprunalega kallað LiveScript. Það einhver sem á eftir að mjúta og það sem að planið hjá honum var fyrst að búa til eitthvað svona Lisp-like forritunarmál eins og Scheme og bara böndla því, en út af því að Java var það heitt og var það rosalega mikið marketing frá Sun á þeim tíma, þetta var áður en Oracle keypti Sun, að það varð markaðsdeildin sagði að það yrði að heita eitthvað Java, þetta yrði að vera svolítið svona eins og Java sem var bara verið að predika að væri bara forritunarmálið til þess að enda öll önnur forritunarmál. En í dag þetta orðið sem sagt svona bastarurinn sem þetta var, hann fæddist bara eða var til á mjög stuttum tíma og illa skilgreint hann séð í byrjun, í dag orðið forritunarmál vefsins og útbreiddasta forritunarmál í heimi, af því að það eiginlega bara allar tölvur í dag innihalda minnstakosti einn JavaScript túlk, ef ekki fleiri. Þegar ég hef til dæmis JavaScript túlk sem í Safari, sem í Chrome, sem í Firefox og sem í Node. Þannig að þeir eru uppsettir tölvunni minni. Og ef þið hafið aðgang að Vafra þá getið þið byrjað að forrita í JavaScript. Þannig að þetta líka svona aðgengilegasta forritunarmálið til þess að byrja að forrita í. Og þetta það eina sem við getum nota til þess að forrita fyrir vefinn, fyrir utan WebAssembly sem svona að verða hægt rólega player í þessu öllu saman, en samt líka alltaf byggt á JavaScript. Þannig að JavaScript með syntax sem keimlíkur Java en hefur líka rætur sína að rekja í awk sem svona command line tool og Perl sem forritunarmál og Self sem hefur svona prototypu system. Það einhver sem ekki með, það einhver að syngja sem ætti að vera með mutað. Krakkar mínir, þið verðið að mjúta. Þetta hver ekki mjútað hérna? Þarna. Jæja. Ok. Við fylgjum síðan bókinni Elegant JavaScript að einhverju leyti, sleppum einhverju og bætum einhverju við. Hún í raun í 3. útgáfu hérna, ókeypis á vefnum og bara fjári góð fyrir það sem hún þessi kafli, ég reyna að fylgja þessu svo ég get hérna og það sem þið geti gert alltaf í raun hérna hafið einhver dæmi, þið geti smellt á þau og þið geti síðan túlkað þau, svo þið geti keyrt þau hérna. Þetta fengum við enga niðurstöðu hérna en allavega annað þegar á einhverjum tímapunktum getum við fengið niðurstöður, eins og hér. Já, hérna. Þannig að þið getið í raun leikið ykkur og fengið meira svona interaktiv. Þannig að ég mæli með því að allavega skimma þetta og finna þá kafla til dæmis ef þið eru ykkur vandræði með hvernig tölur virka, þá getið ég lesið mér hér og prófa ykkur dæmi hérna. En þið getið alltaf líka bara prófa dæmin í gegnum browserinn, í gegnum Node sem við skoðum síðan á eftir. En það sem að þið eru kannski eitthvað þessi samanburður með Java, en það raun eini samanburðurinn að það stendur Java í heitinu. Það endar eiginlega samanburðurinn. Og Java versus JavaScript, fyrsta aðalatriði náttúrulega Java þýtt forritunarmál sem þýðir að það einhver compiler sem hjálpar okkur og þýðir kóðan okkur yfir í bætakóða sem síðan virtual machineið keyrir. En JavaScript túlkað sem þýðir að það í raun túlkað og keyrt í hverja einustu keyslu. Það engin þýðandi. Það reyndar einhverju svona þýðendur
baka tjöldin, en fyrir okkur þá það bara eitthvað implementation detail í umhverfinu sem við erum að nota og við þurfum alltaf að horfa bara að Java skriftkóði túlkaður og keyrir í hvert skipti sem hann keyrður. Síðan hafa breytur í Java hafa típu, þannig við segjum int i eða eitthvað álíka, en í JavaScript hafa gildin típu og þetta þetta að við segjum með dýnamískar típur. Þannig að við breyturnar binda ekki gildið, heldur gildið alltaf með típu og munum sjá þetta betur eftir. En við getum sem sagt alltaf opnað JavaScript túlkinu eins og ég búin að sýna einhvern tímann. Þannig að við getum farið hér og hérna erum við með console og hér getum skrifað JavaScript forrit og það getur líka gert ef ég opna terminal og opna node hérna, þá ég með túlk líka. Þannig að þetta eru tveir túlkar sem við höfum alltaf og hérna getum við gert skrifa föll og kalla því þau og sé að þetta til hérna. Þannig að þarna getum við kert þessi kóðadæmi, en kóðadæmin í byrjun munum vera að fókusera á það hvernig forritunarmálið virkar og síðan í næsta fyrirlestri og þar næsta fyrirlestri þá fyrir við að sjá hvernig við skrifum eitthvað sem að interakta síðan við HTML-ið okkar eða DOM-ið og breytir vefsíðunum okkar og gerir einhverja svona virkni þar. En þegar við erum að vinna með hérna JavaScript og við viljum skrifa eitthvað út og sjá eitthvað, þá getum við notað þennan console hlut hérna, þar sem við getum síðan sagt console log og það svona eins og að segja, þá getum við prenta út eitthvað texta. Og hann í sjálfu sér ekkert að interakta við síðuna, heldur hann bara að prenta út í standard out sem þá hérna, eitthvað sem birt í konsolinu sjálfu hérna. Þannig þetta konsolið sem við erum að nota og þetta líka oft kallað REPL eða read execute print loopa. Þú skrifar eitthvað, executar eitthvað, lest úr því, skrifar og heldur svona þannig áfram. Þannig að það það sem að console log gerir og við munum nota það í raun til að skrifa út og sjá hvað breyturnar, hvað gildið hafa. Og það eru fleiri aðferðir þarna sem við munum sjá síðan seinna. En bara til þess að byrja þá yfirferðinni yfir forritunarmálið sjálft, þá getum við sett athugasemdir í JavaScript á tvenna vegu með multiline kommenti sem þá /stjarna og svo kommentið stjarna / eða þá með // fyrir single line comment. Við getum ekki nestað multiline kommentin, þá fáum við syntaxvillu frá JavaScript. Við höfum, eins og ég sagði áðan, þá höfum við típukerfið ekki þannig að við skilgrunum á breyturnar. Þetta skilgrunum við bara breytu og breytan vísar í eitthvað gildið og það gildi hefur típu. Og það hefur sér í lagi típuna number eða string, boolean eða undefined, function eða object. Og þetta eru alla típunar í JavaScript. Þannig að þetta það sem gildin okkar geta verið og það í raun út frá því byggjum við upp forritunarmálin okkar. Þannig að það sem hérna áhugavert kannski til að skoða það að gildið function. Function í raun bara gildi eins og number eða string sem því að við getum gert áhugaverða hluti. En ef við rennum yfir þá þessar típur, þá number eina típan fyrir tölur og hún í raun 64 bita tala, þar sem 1 biti fer í sænið á henni, hvort þessi pluss eða mínustala, 11 bitar í brot og svo 52 bitar í gildi og þannig að svona líta í raun tölur út, hvort sem það brot eða ekki og það eru allar með punkti. Þurfum að passa upp á nákvæmni út af því að JavaScript notar IEEE staðalinn fyrir floating numbers eða fyrir float tölur til þess að representa number og þar í raun nákvæmnin viljandi í raun ekki það mikil bara til þess að geta passað þess að 64 bita. Þannig að þegar við erum að leggja saman brot þá getum við lent í því að við fáum í raun eitthvað svona. Þannig að ef við bara sjáum þetta í raunveruleikanum þá getum við sagt hérna og þá fáum við í raun þetta hérna. Þannig að ef við gerum
ef við gerum þetta jafnt og 0,3 þá fáum við false sem í raun ekki eitthvað sem við búumst við. Að þegar við segjum 2 + 1, 2 + 1 jafnt og 3, það true, það satt. Þannig að þarna eitthvað í gangi sem við þurfum að hafa í huga og við þurfum að passa okkur upp á. Og við skoðum eftir hvernig við getum í raun komið fram hjá með samanburð á þessu. Síðan getum við líka skrifa scientific notation með exponent hérna í tölunni og þá í raun það bara margföldun með 10 í veldinu sem við skilgreinum töluna fyrir eftan. Við getum líka fengið upp infinity og minus infinity. Þá þetta í raun ef við förum bara búin til rosalega stóru tölu eða deilum með 0 í 1 þá fáum við infinity sem ekki tæknilega rétt en gerist. Síðan höfum við virkja, bara svona eðlilega virkja eins og margföldun og plus og deilingu og þær fylgja bara eðlilegum forgangi reiknigerða, þannig að plus og mínus skipta liðum, en við getum líka nota sviga til þess að vera explicit það hvaða forgangur í gangi. Og það í raun vel skilgreindur forgangslisti, þannig að þegar við erum að gera eitthvað, við erum að margfalda eitthvað, þá í raun virkar það eins og við höfum lært. En það alltaf betra að vera explicit, þannig að ef við erum óviss þá getum við alltaf nota sviga. Og við getum líka flett upp hvernig operator precedenceið en það alveg frekar flóknar reglur, þannig að það betra bara að halla sér á svigana ef maður þarf þess. Svo prósentuvirkin, afgangsvirki eða remainder operatorinn og við munum nota hann eitthvað til þess að komast að hvort að tölur séu jafnar eða odda. En hann í raun þannig að ef við deilum í töluna þá fáum við afganginn og þar sem að jöfn tala alltaf með, ef við fáum remainderinn af 2, að deila með 2 alltaf 0, þannig þá vitum við að það jöfn tala, en annars ef það oddatala þá fáum við alltaf 1. Síðan þegar við förum að beita þessum virkjum og við förum að blanda saman einhverjum típum óvart, út af því að inniheldur breytan okkar gildi sem ekki tala og við reynum að leggja hana saman við tölu, þá getum við fengið gildið nan sem stendur fyrir not a number og því skilaður þegar það kemur upp þessi staða að við leggjum saman tölu og streng. Eða ef við deilum með 0 í 0 þá fáum við ekki undefined heldur not a number. Ef við drögum staf streng frá tölu þá það óskilgreind hegðun, en hins vegar ef við leggjum tölu við streng þá getum við lent í ykkur öðru sem við sjáum eftir. Og síðan höfum við hjálparfall sem segir til hvort að gildi sé not a number, en eins og við munum sjá eftir þá eitthvað sem að gerist þar áður að gildinu kastað í tölu áður. Því að við munum fá hegðun eins og is nan 1, það tala, is nan strengurinn a, það ekki tala, en is nan strengurinn 1 skilgreind sem tala og það út af því að gildinu hérna byrjað á því að kasta það í tölu og í JavaScript hjálplegt og byrjar á því að athuga geti einhvern veginn túlkað þennan streng sem tölu áður en að þetta hérna falli keyrt og þannig sjá, já, ég get túlkað strengin 1 sem töluna 1, þannig að ég ætla að kasta því yfir í tölu sem talan 1 og síðan keyra þetta, þannig að við fáum í raun þetta sem false. Og þetta svona grunnatriði í þessu dýnamísku típu kerfi og hvernig JavaScript að túlka tölur, að þetta í raun, það frekar svona loosey-goosey myndum að halda eftir að hafa til dæmis unnið í Java þar sem að það í raun allt mjög vel skilgreind og við erum með statískar típur, sem þegar það bara á compile tíma þá þurfa allar típur að passa saman. En það ekki þannig í JavaScript út af því að það allar reiknaðar á keyrsluttíma, sem því að JavaScript reynir að setja upp varnagla þannig að við fáum ekki í raun runtime villur, þessi minni líkur á þeim. En strengir eru skilgreindir á þrenna vegu með úrfellingakommu eða þessu gæsalöppum
eða backtick, sem sagt þessi hérna tákni. Þannig að við getum skrifað halló heimur svona, síðan getum við notað backslash til þess að escapea stafi. Þannig að ef við þurfum að birta til dæmis úrfellinga komu innan strengs eða gæsalöpp, þá getum við notað backslash. Þannig að hérna getum við sagt halló heimur. Svo getum við sagt newline og tab karakter inn í streng og þá verður þetta túlkað sem hérna ný lína og síðan kemur tab karakterinn hérna, hann er þetta breytt í 4 bil hér, en svona getum við fengið svona þetta og sama ef við myndum lesa inn einhvern streng sem inniheldur þetta, þá er hann innifalinn sem newline karakterinn inn í strengnum. Og svo getum við farið einhverjum svona frekari æfingar til þess að geta byrt þetta, gæsalöpp, newline, án þess að búa til newline. Þá er þetta bara spurning að escapea rétt. Yfirleitt eru strengir skilgreindir með úrfellingakommu af því að það er líklegri við þurfum ekki að escapea hana, það er líklegri við þurfum að escapea að við séum með gæsalappir, þetta er bara venja. Og strengur er sem sagt óbreytanleg röð eða immutable, það er að segja að alltaf þegar við búum til streng þá er hann búinn til sem nýtt gagn á hípnum sem er það sem að JavaScript geymir gögnin sín. Þannig að ef við síðan bætum saman öðrum streng við þann streng þá verður alltaf til nýr strengur sem er þetta sem að því að hann er immutable. Og hver stafur eru 16 bitar og þetta er nóg til þess að birta næstu því allt Unicode en ekki allt. Þannig að stundum þá þarf stafur að taka 2 pláss til þess að ná 32 bitum sem þýðir þá að við getum lent í því að strengur hefur 1 staf en lengdin á strengnum er í raun 2 en ekki 1. Og þá getum við nálgast hversu langur strengur er með því að kalla í lengð. Hérna sjáum við að við getum kallað í þetta bara á strengin, þannig að strengurinn sjálfur hefur einhver eigindi, en við munum sjá hvernig þetta virkar þegar við fyrir að skoða hvernig object-kerfið í JavaScript virkar og hvernig prototype inheritance haga sér. Síðan getum við nota plus virkjan á milli 2 strengja til að skeita þeim saman. Þannig að kemur þetta að við getum blanda saman strengjum og tölum. Þannig að við getum líka skeytt saman streng og tölu og þá verður þetta casting, þá er seinna gildinu kastað. Þannig að ef við keyrum hérna hello plus, stækkum þetta aðeins, heimur, þá fáum við hello heimur, en ef við segjum síðan plus 1, þá fáum við hello heimur 1. Af því að þá er aðtúa hérna, ég er að vinna með strengi og ef ég ætla að leggja töluna 1 við streng, þá bara breyti ég henni í streng og legg hana þannig við. Þannig að þá fáum við eitthvað svona, það sem að tala verður bara að einhverju hérna inn í strengnum. Og þetta er aftur þetta casting, að vera að kasta gildunum okkar, típun af þeim. En síðan höfum við líka template literals sem er þá nýlega bætt við, eða fyrir nokkrum árum síðan, í ECMAScript 6 sem er í núverandi útgáfa, eða við erum með ECMAScript 6 og 7 og 8 allt í gangi. Og það notar þennan staf hérna backtick til þess að skilgreina strengi á Macca er þetta alt stjarna, þá fáum við þetta og ég held að sé sama á Windows. Þá getum við sett inn segð án þess að vera að nota plus, þannig að þá fáum við og við getum gert margar línur á þægilegri máta, þannig að þá getum við sagt eitthvað svona backtick og svo skrifum við bara streng og getum sett newline og tab og alls konar karaktera inn þannig til að við finnum næsta backtick. Og ef við viljum setja inn breytur þá gerum við það með því að setja hérna dollar, curly bracket opnast og hérna inni getum við skrifa síðan JavaScript segðir. Þannig að hérna getum við sett inn hvað sem við viljum. Getum vísað í breytur eða keyrt einhverjar segðir eins og 1+1 eða 10+10, 10+10. Og þá verður þetta túlkað svona. Þannig að þetta er oft þegar við erum að búa til lengri strengi, þá sjáum við þessa template literals hérna.
Síðan höfum við búliðan sem true eða false og þetta bara eins og við notum þetta í flæðistýringum, við erum að athuga hvort eitthvað gildi sé stærra eða minna eða satt eða ekki satt og þá gerum við einhverjar aðgerðir sem skilur okkur yfirleitt einhverju búliðan gildi og þá notum við það til þess að ákveða hvort við ætlum að gera eitthvað eða ekki. Síðan höfum við virkja og þar höfum við til dæmis einstæða virkja, tvístæða virkja og þrístæða virkja. En einstæðir virkjar eru þessir unary operators og þeir virka á eitthvað eitt gildi, binary operators virka á tvö gildi og þrístæðir eða ternary operators á 3 og það í raun eitt tilvik af þrístæðum virkja í JavaScript og hana heitir bara ternary operatorinn. En svo eru sumir sem geta verið bæði unary og binary eins og mínus, hérna stendur mínus sem unary operator og hérna sem binary operator, þannig að þetta skilgreinir í raun að þetta sé talan -1 og hérna segir þetta að þetta sé virkin frádrátturinn 1 af tölunni 2. En síðan eru líka virkjar sem eru ekki skilgreindir með einhverju tákni en eru notað allir orð og það til dæmis er svo type of virkin. En type of virkin virkar þannig að hann gefur okkur típu á gildi sem streng. Þannig að þá getum við spurt í JavaScript hvaða típa er þetta og þá getum við sagt type of hello og þá fáum við streng og síðan notum við þetta meira þegar við erum með einhverja breytu og við erum kannski óviss og við þurfum að vita, ég vil að þessi strengur eða þessi breyta innihaldi nákvæmlega streng og ef hún gerir það ekki þá ætla ég að gera eitthvað annað og þá getum við spurt breytuna type of breyta og þá fáum við tilbaka hvaða típu gildið sem breytan vísar í hefur. En síðan skilgreinir JavaScript í grunninn nokkur hjálpaföll en það sem að JavaScript hefur ekki er eitthvað stórt og mikið standard library. Þannig að við höfum til dæmis ekki aðgang að einhverjum föllum sem leyfa okkur að gera köll í gegnum networkið. Það hins vegar gert í gegnum DOM-ið sem við sjáum. Við getum ekki til dæmis búið til eitthvað eins og það er ekki hægt að lesa skrára diski í JavaScript í grunninn. Það er ekki hægt að opna eitthvað socket einhvert, það er ekki hægt að gera marga hluti sem hægt í öðrum forritunarmálum af því þau eru svona með stórt standard library eða eins og Python svona batteries included. Þá þarf við að skrifa mikinn kóða sjálfur fyrir þetta eða nota svona eins og npm til þess að sækja hana kóða frá einhverjum öðrum. En þessi fáu hjálparföll sem við höfum eru samt ágæt og þau eru þá partur af keyrslu umhverfinu. Það til dæmis er svo is finite til þess að athuga hvort það gildi sé infinity eða ekki. Það er parse int sem er þá parse integer sem að reynir að ná heiltölu úr streng og þetta notum við mikið þegar við erum að vinna með eitthvað gögn frá notanda þar sem við höfum einhvern vef og það er einhver leið fyrir notandan til þess að gefa okkur einhverjar upplýsingar gegnum eitthvað interactive HTML element eins og til dæmis input þar sem notandinn skrifar inn eitthvað og við viljum kæri notandinn skrifa inn tölu og ef við notum ekki til dæmis eins og input type number heldur bara input type text þá getur notandinn skrifað inn a og þá er það okkar í raun sem vefforritarar að passa upp á að við tökum ekki þennan streng og blindni notum hann eins og tölu af því þá fáum við einhverja villur þá fer eitthvað að birtast sem nan í viðmótinu okkar þegar kannski lent í því þetta hefur svona, maður hefur alltaf rekur augun í þetta reglulega að það er einhverju vefur þar sem eitthvað gerist og þá allt í einu stendur nan stórt n, lítið a, stórt n í viðmótinu það er kannski einhver þú ert búin að vera hér í nan mínútur eða þú ert notandi númer nan og þá er það þegar að það er verið að keyra eitthvað JavaScript-fall og það er verið að gera ráð fyrir því á öllum tímapunktum sé verið að vinna með tölu en einhvers staðar slæðist inn eitthvað sem er ekki tala og það er að leggja saman false við tölu eða streng við tölu eða tölu við streng þannig fáum við nan en parse int sem tekur inn streng og radix sem er þá tölukerfið sem við erum að miða við oftast er það 10. kerfið en við getum líka sendt inn
hexadecimal eða hérna 8. kerfið. Þannig hérna keyrum við og segjum hvaða tala í 10. kerfinu er strengurinn 0-100, það er 100, en A100, það er nan, út af því að við getum ekki tekið A og túlkað tölu. Eða hérna 0-1-0-0 í 10. kerfinu, það er 4. Þannig að við getum notað þetta til þess að líka breyta á milli tölukerfa. Getur parsing ekki fiskað þá úr tölu, úr text ef það er einhver orð og stafir í kringum það? Nei, þá þurfum við í raun þetta að fara í eitthvað flóknara eins og að splitta strengnum og aðtöku hvort við finnum einhverja tölu. En hins vegar þá tekur parseInt og reynir að finna fyrstu töluna. Þannig ef við gerum parseInt A1, þá fáum við nan, getur sagt hérna. En ef við segjum parseInt 1A1, þá finnur hún fyrst töluna hérna 1 og skilar okkur henni. Þannig að ef við viljum vera nákvæmlega vissum að við séum að fá eitthvað sem er nákvæmlega tala, þá þurfum við að fara í eitthvað parseInt jafnt og talan sem kemur út úr parseInt to string. Þá sjáum við að þetta var ekki tala þetta er ekki í raun nákvæmlega sama og kom inn úr þessu, eða það er flóknari, eitthvað gerði ég hérna. Þannig að það er áhugavert þegar við finnum að vinna með tölur, hvað það er í raun flóknara en líka í raun góðu grunnur að því að byggja upp þessa vænisýki sem að forritara eiga alltaf að hafa við því þegar þeir taka við einhverju gögnum frá notanda. Að þegar notendur eru alls ekki eins og við forritararnir þegar við erum að forrita þetta, að þeir gera alls konar og hlutinni brotna alls konar. En parsefloat gerir þetta sama nema reynir að ná út heiltölu. Þannig að við getum sagt parsefloat 100.123 og fáum út það. Og síðan getum við notað hérna eitthvað sem er svona skringilegt, 100.66 toFixed, sem er þá einu bara hérna rúnaruna að næstu að næsta broti, eitt brot. En við getum líka í raun skrifað þetta á máta sem er mjög skrítinn, sem er í raun 100.66.toFixed 1. Og þetta er í raun, fáum hérna í raun streng, en þetta hérna er svolítið skrítið, það getur sagt punkt á eftir heiltölu. Og þetta er í raun aftur, alveg eins og við getum sagt eitthvað hérna punktur lengð, þá er þetta út af því að þetta er einhver ákveðin típa sem er úr þessu hérna. Þetta er típa streng, þetta er típa number og hún hefur ákveðin föll eða ákveðin eigindi á sér. Síðan höfum við undefined sem er gildi þar sem eitthvað hefur ekki verið skilgreind. Þannig að ef við erum að reyna að vinna með breytu sem hefur ekki verið skilgreind eða eigindi hlutar sem hefur ekki verið skilgreind, þá fáum við undefined. Síðan höfum við annað gildi sem er null og það er í raun þetta að við erum vísvitandi að skilja eftir, það er ekkert gildi hérna, eða við hendum einhverju og það er bara null er það sem stendur eftir. Vísvitandi fjarvera gildis og það er eins og í öðrum forritunarmálum sem hafa null, þá er alltaf möguleikinn að fá þessa null reference villur sem að geta verið svona bane for existence, þar sem við erum að vinna með eitthvað og allt í einu er búið að fjarlægja það og við köllum í það og þá fáum við einhvers konar villu. Þá er þetta hérna keysluvilla sem við fáum, að við erum að reyna að lesa eitthvað gildi af null. Þannig að þetta er eitthvað svona, við erum að referensa eitthvað sem er null. Þannig að við erum ofta að setja einhverja varnagla eins og að athuga hvort að gildi sé ekki null áður en við gerum einhverjar frekara athuganir á því. En síðan er þetta típan á null skilgreind sem object, sem er síðan aftur svona kvörk í JavaScript og í rauninni ef þessi buggur væri leiðréttur og hann hefði verið leiðréttur hérna þegar það var ennþá hérna þegar hann kom í ljós, þá var í rauninni ákveðið þetta brýtur of mikið af forritum sem er í gangi, þannig að þetta er skilgreind hegðun og er núna stöðluð hegðun. Type of null er object. En típukerfið, þetta veikar dýnamískar típur eru þetta
sem við erum búin að sjá hann að dæmi að þegar við erum að nota eitthvað gildi þá getur því verið kastað óbeint. Svipað eins og að segja svona explicit kast í Java eða C, þar sem við segjum eitthvað taktu eitthvað gildi og túlkaðu það sem int, þá setjum við kastið fyrir framann, en það gerist óbeint, það gerist í raun án þess að við biðjum það. Og það eru reglur það hvernig þetta gert, og það reglur kallast type coercion, þar sem að vera að coersa týpur úr einni yfir í aðra, en þetta veldur því að við höfum öruggar týpur, að við ættum ekki að fá týpuvillar og keislutíma, af því að þær eru í raun coersaðar til þess að spila saman, og þetta er í raun vel skilgreint, og það er að skoða hérna hvernig þetta er í raun bara töflur sem segja í raun þegar ég er með þessa týpu og þessa týpu og ég er að bera það sama, hvað er gert. Þannig að þá eru í raun þessar reglur hérna, og það er þetta hérna to primitive sem að getur valdið okkur þessum hausverk. Þannig að hérna er síðan í raun frekari töflur sem segja til í raun hvernig þetta er meðhöndlað samkvæmt spec, en við losnum við mikið af þessu með því að passa okkur bara að þeir erum að leggja saman, að vita í raun hvaða týpur við erum að vinna með, eða athuga hvaða gildi við fáum í lokin, útkomuna, og að þegar við erum að gera samanburð að hafa þetta líka í huga. Að þegar við getum gert samanburð á tölum eins og við myndum gera ráð fyrir, og tölur eru í raun með vel skilgreint hvað þýðir að vera stærri, minni eða jafnt og einhver tala, en svo höfum við líka möguleikuna að bera saman strengi sem er í raun óskilgreint, eða það er vel skilgreint, en það er í raun passar ekki við okkar svona mental model af þessu. Til dæmis að stór stafur er alltaf minni en lítill, sem er út af í raun hvaða gildi stafurinn hefur í tölulega gildi hann hefur. Við höfum líka jafnt og stærra og jafnt og minna virkja. Síðan höfum við 4 virkja, eða 2 virkja fyrir jöfnuð og 2 fyrir ójöfnuð, og það er þá út af þessu type coercion. En við höfum jafnt og upprópunarmerki jafnt og fyrir neikvæðan samanburð, eða ekki jafnt og þessi samanburður byggir á því að byrja á því að keyra type coercion. Þannig að þegar við erum að bera saman gildi A og B, þá byrjaðu því að coersa bæði gildin, og síðan þau borið saman. Og þetta getur valdið rugling og villum og bara vittlausum niðurstöðum. En ef við notum hina virkjana sem þá bara bætum við auka jafnt og merki, jafnt og upprópunarmerki jafnt og, þá erum við byrjað að bera saman týpur og passa upp á að þær passi, og síðan samanburður á gildunum. Þannig að þetta er í raun sá samanburð sem við erum að nota til þess að í raun vera ekki bitin að þessum type coercioni þegar við erum að gera samanburð. Af því að ef við gerum það ekki, þá fáum við í raun að 1 og strengurinn 1 er það sama, sem er ekki það sem við hugsum. Og ef við notum þetta, þá byrjaðum við að athuga, er 1 og strengurinn 1 sama týpa? Nei, þetta er number og string, þannig að þetta er bara false. Sama hérna, false og 0 er túlkað sem true ef við notum veikan samanburð, en ef við notum strangan samanburð eða sterkan samanburð, þá fáum við false. En eitt fáum við þó út úr þessu sem er kostur, og það eru þessi veiku boolean gildi sem eru oft kölluð truthy og falsy, af því að þau eru ekki alveg true og ekki alveg false, en þau eru plat. Af því að þegar við erum í raun með þessa type coercion, þá getum við nýtt okkur það og fengið þessa implicit kast yfir í eitthvað sem verður boolean, og þá köllum við að við sem að gera eitthvað truthy samanburð eða falsy samanburð. Og þetta virkar þá þannig að við erum með gildin sem eru falsy, sem eru false sjálft, það segja 0, tómi strengurinn, null og undefined. Og none. Ef við lendum í því að segja if einhver breyta og breytan inniheldur einhver af þessum gildum, þá mun það vera túlkað eins og breytan hafi verið false.
og truthy er í raun öll gildi sem eru ekki falsy. Síðan eru sér tilvik að null og undefined er ekki jöfn neinu nema sjálfu sér og none er ekki jöfn neinu, ekki einu sinni sjálfu sér. Þannig að það er ekki raun, það er til að passa upp á það að samanburður á milli tveggja útkoma sem að báða skila none gefa okkur ekki í raun að það sé sama gildið. Það er raun verður aldrei það sama. Þannig að þá getum við gert eitthvað svona if none og þá er þetta aðalega ef þetta var eitthvað breyta sem inniheldur gildi none þá væri það í raun, þá myndi það ekki skila einum. Það myndi í raun skila okkur þá false gildi sem er í raun yfirleitt það sem við viljum. Það sem að gildið inniheldur eitthvað sem er ekki satt. Og sama með streng, if einhver strengur sem er ekki tómistrengurinn, þá fáum við í raun truthy. Það er þá keyrir þessi hérna þetta. Síðan svona í lokin, þá erum við með lógíska virkja, sem sagt and, or og not. Andvirkin er túlkaður með tveimur ampersöndum og merkjum og hann er binary, þannig að hann er í raun býst við tveimur gildum og ef þau eru bæði true þá er því skilað og virkin eru tvær pípur og hann er líka binary og skilar true ef annað gildi er true, annars false ef bæði eru false. Og svo neitun sem er í raun unary virkin upprópunarmerki sem er raun kastar segð úr true í false og öfugt. Og þetta er raun virkar þá fyrir öll gildi út af því að við erum með þessi hugtökum truthy og falsy. Þannig að við getum í raun tekið boolean gildi og kastað því yfir í andstæðu sína eða togglaða. En við getum líka tekið eitthvað eins og tómastrengin og neitað honum og fengið úr true út af því að hann er koersaður yfir í gildið false sem er síðan neitað og verður þá true. Þannig að þá getum við breytt einhverju sem er falsy yfir í alvöru false með því að segja upprópunarmerki að þá segir þetta hérna, þetta er falsy, þannig að þetta hérna verður true og neitum því, þá verður true false. Síðan höfum við ternary virkjan sem er þessi þrístæði virki og hann athugar eitthvað gildi og ef að gildi er truthy eða falsy þá skilar hann annarkvort fyrra skilgreinda gildinu eða seinna. Þannig að það tekur hann eitthvað gildi, ef að það gildi er truthy þá er fyrri segðinni skilað en annars er seinni segðinni skilað. Þannig að við getum gert eitthvað svona eða tómi strengurinn, þetta var tómur, þannig að við skilum tómur hér. Og svo það allra seinasta í þessum fyrirlestri er skammhlaup eða short circuiting sem er aftur út af þessu truthy og falsy gildum og því hvernig þessir boolean eða lógísku virkjar eru skilgreindir. Þannig að við getum í raun, þegar við gerum samanburð eða þegar við keyrum lógíska virkjan eða og, þá skila þeir seinasta gildi sem þau skoðuðu. Og það þýðir í raun að ef við erum að skoða tvö gildi með eða-virkjanum og við vitum að eða-virkin skilar í raun true ef annað gildið er true. Þannig ef þetta hérna er með truthy gildi á undan þá þarf ekkert að skoða B af því við vitum að þetta hérna verður true og þá er raun skilar virkin gildinu hér. Sama með neitunarvirkjan, ef að þessi er falsy er B skilað annars A af því þá er raun báðir, þá þarf að skoða í raun báða. Þannig að þetta þýðir að oft sér maður einhverja svona núllstillingu á gildum ef að þetta gildi er ekki sett inn í fall eða það er ekki skilgreind einhvern veginn þegar það er verið að kalla, þá viljum við alltaf að það sé eitthvað ákveðið gildi. Ef það er null, þá vil ég að default gildi sé 1. Og hérna, ef við tökum einhvern streng og ogum hann við eitthvað, þá fáum við þá er þetta false í heldina en skilar seinna gildinu sem var skoðað. Það kemur ekki oft fyrir og eitthvað sem við munum ekki skoða en þegar þið farið að verða forritna meira í JavaScript þá getið þið lent í því að sjá kóða sem er aðalega svona til þess að fá eitthvað núllstillingu á byrjunargildum. En þetta er fyrsti parturinn af JavaScript
Skulum taka okkur pásu núna til 15:58 og þá förum við yfir hvernig við byrjum að smíða saman forrit og hvernig við síðan notum föll.